Já, þetta voru verkalýðsmálin sem náttúrulega sumum myndum vilja segja að væri bara mikilvægsta pólitíkin. Það væri meira sem að almenningur hefði náð fram í gegnum verkalýðsbaráttu heldur en borgarlegu stjórnmál, hverju sitt á þingi. Já, það reyndar hefur breyst mjög mikið bara á síðust árum. Þetta einhvern veginn. Orðið meiri pólitík? Nei, sko, staða verkalýðsfélaganna, röddin og það náttúrulega muna mest þar Sólveig Önnu. Já, en kannski ef við færum aftur, þá kannski eru þau viðbrögð við frekar daufum tíma, en við þurfum ekki að fara langt aftur til þess að sjá að svona þær umbreytingar sem að voru til einhvers batnaðar í íslensku samfélagi var út af verkalýðsbaráttu. Já, en ég er að minna úr því tímabili sem var á undan. Já, til dæmis að tökum Eflingu sem dæmi, bara dauð á vegkantinum. Þú varst ekki mikið varðið Sigurður Bessarsson? Nei, ég var það ekki. Það er náttúrulega VFR gekk náttúrulega gegnum mikið niðurlæga tímabil sem að hafa svo sem ekki risið upp úr aftur. Það lögður umverulega niður alla texta. Þannig að samningarnir hjá VFR eru mjög skrýtnir. Og ég held að það væri alveg... Ég veit ekki hvort að sigur umræðin í félaginu að einhvern veginn að vindan á það voru að tala um að það var kallt markaðslaun, að það væri markaðurinn sem myndi ákveða laun og hlutur verkalýðsfélagsins var svona miklu minna. Þú hefði nú kannski átt að Gauka hefði samið ráður ég talaði fólkið. Þakka fyrir það. Ég meina við ekki að kjósa ekkert í mars eða ekkert í páskana. Þannig kannski fáum við þau aftur. Voruð þið á því að það er náttúrulega alltaf möguleiki að komi frambóð, það er ekki fyrir henni í hátinn á morgun. Já, þau voru meðvituð það. Það var pólitík í þessu, ekki? Jú, aðeins. Þorsteinn er náttúrulega ættir að rekja til VFR. Hann er barnabarn Magnús Sveinssonar og maður heyrði svona á honum að hann er svona sjálfstæðisflokksmegin í lífinu. Já, hann er mjög, hann vill jafnvel að VFR byggi leikskóla og reiki. Eins og enginn hinna tóku undir það. Nei, eins og þeir að byggja upp leigufélög. Einhverju leyti þetta blærverkefni gert fyrir fjármagn VFR ef ég hef skilið svo rétt. Það var svona sem að mér veist VFR Blær fyrirbæri. Þetta er allt ágætis fólk. Ég var eitthvað alvarlega því. Ég var bara að segja að hann var í sjálfstæðismaður og þetta er mikil pólitík í kringum þetta félag. Þetta var náttúrulega eign sjálfstæðisflokksins. Alveg fram yfir hrun. Þá urðu formannaskipti. Svo var sjálfstæðismaður sem kom hann í skamman tíma. Stefán Einar náði kjöri með 20% atkvæða. Og fjall svo 2 árum seinna með 23%. Þannig hann náði að auka fylgi sitt 3% þarna í 2 árum. En mótframbjóðandi hans þá Ólafía fékk held í 76%. Ólafía Erfsdóttir sem var kosningarstjóri Ólafs Ragnars Finnssonar. Og síðan 4 árum seinna þá felldi Ragnar Þór hana. Þannig að hafa verið miklar sviptingar. Nú það segir það er rétt. Í þessu félagi og ekki á vísan að róa eins og sagt er. Það er þegar maður sér hvernig atkvæðin skiptast eins og Ólafía var þarna fjalls og á móti Ragnari. Fekk þá held ég 36% úr 76, þannig að það er órói svolítið í kringum félagið og svo er það náttúrulega þannig að það eru ekki allir félagsmenn sem að kjósa þó svo þetta sé rafrænt og þú kannastu umræðina svolítið að setja bænda kosningaþáttöku ungs fólks með því að gera kosningar rafrænar og gera auðveldara fyrir fólk að kjósa. Ég held að til dæmis kosningarnir í VFR sýni að það er nú ekki alveg aðalmálið Því að þó svo þetta sé auðveld, þeir munar ekkert að kjósa bara getur gert á símanum bara í strætó eða leiðinni í vinnuna, að þá er kosningaþátttakan ekkert miðað við hvað þetta eru gríðarlegt skiptir miklu máli fyrir fólk. En Ragnar Þór gerði félagið allan mjög sýnilegt. Já,
Hann var mjög sko, þáttakandi í þjóðmálaumræðu Já. og alltaf svo, vissi alltaf hver grunnur hans var. Svo, hann tala alltaf út frá félaginu sínu. Já, út frá svona sýnri afstöðu sem formann félagsins. Ég fann nú einhvern veginn að því við Ragnar að hann hefði mátt vera duglegri í því að byggja upp sko félagsstarfin í félagunum, því það hluti af þessu sem tilheyrði hnignunartímabilinu, að það dó út, ég man einhvern tímann dundaði ég mig við að skoða hvað hefði verið langt síðan að hefði verið haldið félagsfundur í Eflingu og ég held að það hefði verið sko bara 14 ára eða eitthvað sko sem að hafði bara aðalfundurinn og bara that's it og það við sjáum það núna á Eflingu sem að fylgjast með því að það mikið starfi að auka sko virkni almennra félaga og auka virkni trúnaðarráðsins og þú kannast þessar stóru samningarnefnd sem að koma. Þetta náttúrulega hluta því sem að ef þú ætlar endur næra verkefnishreyfinguna að þá verður að gera eitthvað svona. Þannig að fólk upplifið að hafi áhrifin í sínu félagi og taki þátt í starfinu. Ég veit ekki hvort þið voru að ræða svoleiðis hluti. En ekki Halla að taka þetta bara því hún kona? Nei, ég má ekki segja. Ég má ekki segja, það náttúrulega... Bara því hún kona? Nei, ef ég tek bara út frá því að þá kannski 60% kvenna kjósa freka konu og hún með 3 kalla á móti sér að þá þarf einhver þeirra að vera sko taka afgerandi forystu af þeim. Já, það alveg sama hvar við værum, ef við værum í kosningu stjórnmálaflokki eða einhvers staðar, það 1 kona og 3 kallar, ég meina veðbankarnir veðja á konuna. En það ekki kosið aftur milli tveggja efstu. Það bara eitt gjöf. En eins og Stefán Einar, hann var formaður hann upp með 20% af kannski 5%. Þannig hann kom hann inn með kannski bara fylgi 1% félagsmanna og var formaður í 2 ár. Nú búið að breyta þessu. Svo sem að verið kosið næst, það verið 4 ár. Af því að það var alltaf kosið á hverju ári helmingina stjórninni og það lendum formannin annað hvert ár. En nú held ég að þetta sé komið, allavega það var samtidig breyting og ég held að þessi kosning sé þannig að sá sem að vinnur núna páskana, hann verður formaður að fer í 4 ár. Okkur veitir ekkert að því sko að þessi félög séu vel mönnuð? Nei, og líka við tökum þetta alvarlega að og það bara þannig, ég vísa bara í greiningar Stefáns Ólafssonar, fín bók sem hann gaf út fyrir þar síðustu jól held ég, Baráttan brauðið eða eitthvað slíkt sem hún hét. Nei, Baráttan bjarginnar. Þar dregur hann eiginlega fram að svona þær samfélagsbreytingar sem hafa verið gerðar á Íslandi sem að gagnast almenningi eins og þú veist bara veikindaréttur, atvinnuleysisbætur, sumarleyfi, helgafrí, bara alls konar svona réttindi sem bara nauðsynlegt til þess að geta að lifa sómasamlegu lífi sem launamaður. Að þetta meira og minna fengið í gegnum verkalýðsbaráttu. Öfugt við það sem í Skandinavíu, það sem að sko verkalýðshreyfingin hafði alltaf svo sterka þingflokka að þar náðust í gegn breytingar. En hér auðnaðist verkalýðshreyfinguna ekki að byggja upp sterka þingflokka. Og sömuleyti það sérstaða Sjálfstæðisflokksins að hann hafði alltaf mikið alþýðufylgi öfugt við íhaldsflokkana á Norðurlöndunum og þar leiðandi ef þú ert að horfa út frá svona sjónar hagsmunum svona bara venjulegs launafólks að þá það sko ættum við að eyða jafnt mikilli orku í að tala sko verkalýðspólitík eins og við erum að tala þetta landsmáli. Herðu, nú það samt þannig að áður við hittust aftur hérna í þessu ágæta myndir okkar þá verður búið að opinbera málaskrá Kristrúnar Frostadóttur og stefnuræðan og hún á þriðjudaginn. Já, þetta sem sagt alltaf fara stað. Já. Loksins. Já, þú verður væntingar að það verði ykkur straumkvörf á þinginu eða hvað? Já, það verður ykkur breytingar. Það verði... Það munar bara það eitt að Bjarni Benediktsson verður ekki í þingsalnum. Já, svona upp á svona stemminguna. Hann er búin að segja sér það. Já, þannig að sko, hann leiðir ekki Sjálfstæðisflokkinn náttúrulega
og bara það eitt sko mikil breyting. Já, en reknar með málaskráni þá sjáum við þau ætla að taka aldeilis á húsnæðismálunum og Nei, ég held ekki. Við erum í klemmu, það bara, þjóðin í klemmu, okkur vantar peninga til að gera svo mikið, sko. Innviðinni hérna eru illa á sig komnir. Ja, það náttúrulega búið að gefa eftir skattstofna. Við erum kannski að innheimta 3% minna af landsframleiðslu heldur en skandinavenir. En við gerum kröfu að fá sömu sambærilegt velferðaríki og þeir. En við bara innheimtum ekki, ég held að fjármagnstekjuskattur 22% á Íslandi, hann 42% í Danmörku. Þannig við gefum fjármagnseigendum 20% af... Það eiginlega, Smári, ég ætlaði að segja það sko, að þetta megi ekki hækka skatta, að við þurfum bara að borga heim, sko. Já, en við erum með fjármálaráðuneytið, þannig að þeir ætla ekki að hækka skatta. Já, það líka í þessum sáttmála, bara hækka eitthvað gjöld, auðlindagjöldin. En ég held að þetta sé mikil villis að ekki skatta. Nei, ríkisstjórnin búin til að borga eitthvað herri skatta ef að til dæmis heilbrigðiskerfið kemst í eðlilegt ástand. Ég sem hefðu myndi spyrja almenning, verði til í að borga ívið herri skatta gegn því að hafa gott heilbrigðiskerfi. Hvað heldur að verði 98%? Já, eitthvað bara algjörlega. Það bara kjósendur Sjálfstæðisflokksins. Það kannski 13% sem á móti. Það kemur stundum fram í svona könnunum að svona 13% af þjóðinni á móti velferðarkerfinu og móti svona... Það sama að tala á Davíð fekk í forsetakosningunum. Þetta sé sama fólkið það? Nei, ég held að séu margir dánir sem að kusu hann, sko. Ég held að séu margir dánir sem að kusu hann. Já. En þetta var svolítið spennandi þegar Sjálfstæðisflokkur var að falla í könnunum, hvort það færi niður fyrir þetta. Og nú tókst það. Í könnunum, svo reif hann sig upp aftur. Kannski vegna þess að ég held að svona þeir sem höfðu hug á því að kjósa miðflokkin, yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn og kjósa miðflokkin. Hættu við. Já, ég held að miðflokkurinn var ekki með gott mót svona síðustu 10 dagana fyrir kosningar. Ég held að dregi fram veikleika sína, frekar heldur styrkleika. Við samlaðir. En þingið að koma saman. Það fyrir okkur sem fylgjast með stjórnmálum, þá það bara loksins. Já, það við vitum svona eitthvað hverju verða formenn í svona nefndum, en það til þess að Pavel Bartósek, hann verður í utanríkismálanefnd og það mjög spennandi tímar. Það verður gaman að fá hann kannski í einhverju umræðu svipað við verðum að ræða krísuna í NATO og svo náttúrulega Evrópusambandi, tollastríð og eitthvað fleira. Þetta náttúrulega miklu fleiri og svo náttúrulega stríð í Evrópu og Trump með hugmyndur að taka alla Palestínumenn af Gaza og flytja það bara eitthvað burtu. Þannig það spennandi, ég held að utanríkismál verði stærri hluti næstu missir og ár heldur en hefur verið. En þar eru svo sem ekki beint gerendur, svona. Já, við verðum að skilgreina okkur eigin öryggishagsmuni. Já, í þessi stóru mynd sem þú varst að tala sko. Ég held að Gaza snúi bara hverjum einasta jarðarbúa og það náttúrulega var óánægjan með ríkisstjórn. Við vorum fyrsta þjóð í Evrópu sem óánægjan með ríkisstjórn Katrínar og einhver leyti eina ástæðan fyrir hruni VG var að sú ríkisstjórn gat ekki svona endurspeglað vilja reyndar sem bara stór meiri hluti almennings. Ég veit að við láta okkur rödd heyrast og það saman, en við erum í samt lítil rödd. Við erum að nota hana bara þess að við höfum. Og það skiptir máli fyrir okkur. Já, ég ekki að segja við hefum ekki látið þetta afskipta laust. Nei, og það líka skiptir máli. Við verðum ekki gerendur, það það sem ég að segja. Jú, við erum bara fulli gerendur. Við erum þurfum að endurskoða öryggishagsmuni okkar og ef það þannig að það sé erfitt fyrir smáþjóðir að lifa í veröld sem að stórveldin stjórna og stýra, þá eigum við náttúrulega að fara að labba bara á milli smáríkja sem eru náttúrulega miklu stærri en við, það er Holland er smáríki. Írland og Austurríki, svo við nefnum lönd sem eru ekki í NATO, það eru lönd út allan heim og þetta við bara labba á stað og reyna að búa til einhverja samstöðu. Við getum ekki bara látið að yfir okkur ganga að Bandaríkin taki Grænland og taki okkur svo,
Það bara hluti af öryggishagsmunum okkar að búa til einhverja varnir fyrir þessum yfirgangi. Já. Og sama með þetta tollastríð sem framundan. Auðvitað við ekki að láta beygja okkur undir það sem að Bandaríkin vilji ekki að við fullnýtum samning okkar við Kína viðskiptafrelsi. Við höfum bara að flytja inn ódýra rafmagnsbíla frá Kína og við höfum bara að nýta það að geta átti viðskipti við alla í heiminum. Ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Sömuleyti... En það eru konur japanskir bílar, rafmagnsbílar til Íslands. Kínverskir. Kínverskir. Nei, kínverskir segja fyrirgið. Sagði japanskir. Japanskir, já. Já, þeir eru löngu konur. Það er eitthvað Maxus til dæmis. Það getur orðið meiri svona pólitík í pólitíkinni framöndan, með annars út af þessu. Ragnar Þór, hann verið formar fjárlaganefndar. Já. Það er mikil hlutverk. Já, mjög. Það er svo nefnd sem að hefur flest störfin, það er að vinna mest. Og ég man ekki meira, en ég finnst eins og Flokkur fólksins hafi sem sagt fengið fleiri nefndaformenn heldur en hinir flokkarnir. Já. Þeir meinu ráðherra minna og hafi svona verið bætt upp í þessu. Þannig að Samfylkingin hefur ekki náð að bæta upp svona, mér fannst það ef þú stillir svo saman að þá fekk Viðreisn miklu svona veiga meiri ráðuneyti, fá utanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, alla atvinnuvegina. Þannig að Samfylkingin hefur ekki náð að bæta þetta upp í nefndarformennsku. Nei, en þeir fá forseta þingsi sem að kannski skiptir ekki miklu máli kannski í pólitískum átökum Forseti þingsins er náttúrulega á að vera að vinna fyrir alla þingheim. Reyndar hefur það ekkert verið þannig Forseti þingsins er eiginlega bara hluti af meiri hluta ofbeldinu. Þröngvar í gegn vilja ríkisstjórnarinnar, gegn vilja minnihlutans, þannig hefur það verið. En kannski ættum við að talandi að þegar við byrja ný þing og sömuleyti það er mikil endurnýjun í þinginu. Það er stjórnarskipti, engin af gömlu stjórnarflokkunum sitja í nýrri ríkisstjórn, þannig það er svona umrótstími. Eitt af því sem við getum gert væri einmitt að bara labba niður þessar nefndi þingsins og heyra í fólki í utanríkismálanefnd og náttúrulega ríkisfjármálin verða risamál, bæði eins og þú ert að nefna sambandi við skattheimtuna, hvort að við höfum að halda áfram að láta svona stóra hluti af því sem er inneimt af fjármagns- og fyrirtækjaeigendum í öðrum löndum, hvort við höfum að láta það liggja hjá þeim eða hvort við höfum að gera bara eins og næstu nágrannar okkar og inneimt að þeir sem eru með breiðustu bökin borgi inn í kerfið. Og það eru kannski ekki vitlaust að taka þingið kannski þannig. Nýtt þing. Ég endurtek það. Það voru vonbrigði mín með þessa ríkisstjórn að skattamálin voru vonbrigði. Það er bara gjaldið við að hafa Viðreisn inn í ríkisstjórn og Viðreisn var náttúrulega með sterka samningsstöðu. Viðreisn hefði getað mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Miðflokki. Það hefði nú verið vondur hrærigrautur. Það er bara, ég held að það hefði bara skipt gríðalegu máli í þessu samningu. Hún hafði þennan möguleika. Að Viðreisn hafði annan kost en Flokkur fólksins og Samfylkingin engan annan kost. Þar lendi fekk Viðreisn bara, ég myndi segja bara helmingin af völdum ríkisstjórnarinnar. Það er bara, fjármálaráðuneytið er ekkert smá ráðuneyti. Og núna utanríkisráðuneytið á þessu tímum sem við lifum, alla atvinnuvegina. Hinn eru bara með menntamálin og ég er ekki að gera lítið úr því. Nei, það er öðru vísi. En ég hef nefnt þetta svona að þú ímyndaði bara Sjálfstæðisflokkin á svona venjulegum degi, hvaða ráðuneyti hann hefði í sínum æðstu draumum geta bent á jafnvel í tveggja flokkar ríkisstjórn. Það er líklega bara skammturinn sem að Viðreisn tekur til þín. En þeir eru ekki beðið mikið meira en það. Nei, þetta eru þeirra ráðuneytur. Og Hanna Katrín byrja bara með 5 ára hvalveiðileyfi sem verður þó til eilíðar núns að það endur nýjast alltaf. Það breytir lögum. Já, ég segi það. Og þannig hefur það náttúrulega, það mál hefur alltaf verið að ef þú vilt banna hvalveiðar
þá skaltu bara leggja fram frumvarp og banna hvalveiðar. Það er langa einfaldast heldur en ég vonum að það sé að skilgreina einhverjar reglur og lög þannig að þú þurfir ekki að veita leyfið. Þetta er náttúrulega svolítið svona skítugt. Bara ef þú vilt banna hvalveiðar, bara bannaðu hvalveiðar. En hérna... Það ætlar að gera með Hvammsvirkjun. Ég held að ríkisstjórnin ætlar að leggja fram bara sérlög sem að segja bara að Hvammsvirkjun verður alveg sama hvað stendur í öðrum lögum. Nú kýlum við bara Hvammsvirkjun. Maður myndi ætla það að þetta vera. Hann er búin að boða það. Og líka svo stórkostlega breytingar á orkulögum sem að munu opna fyrir miklu fleiri virkjanir. Fyrir kosningarnar þá var það eiginlega Samfylkingin sem gekk lengst í því að lofa virkjunum af öllum flokkum. Þannig að þau þurfa að standa við það. Og fær það ráðuneytið núna. Þau hérna en samstöðum, hvernig ætlar hún að verða einhverjir þingmannaþættir eða? Já, það Björn Þorláksson með hugmyndur að vera með svona viðtöl við þingmenn. En meðan við erum að tala núna þá finnst mér kannski sniðugt að við tökum aðeins nefndirnar og svona þessu stóru málaflokka og heyrum í þingheimi sem að sömuleyti skemmtilegur núna. Það er svo mikil endurnýjun og mikið af fólki sem er náttúrulega búin að hanga bara, ég er ekki 2,5 mánuð síðan við kosið eitthvað. Það er 2 mánuðir síðan við kosið rúmlega þegar þau koma saman. Og þeir sem að voru á þingi, það eru 2,5 mánuður rúmur síðan þau fóru í jólafrí. Við erum búin að gleyma, ertu ekki búin að taka niður jólaskötu og svona? Þingmennir er með það uppi bara. Og en af því að það er svo margir sem er að koma nýjir og þú þekkir það þegar þingmennir eru búin að vera að bíða lengi eftir að koma og láta til sín taka. Það getur oft verið svona skemmtilegir viðmælendur, full bjartsýni allt sem að hægt að gera. Já, svo er örugglega líka skemmtilegt fólk að innan við. Já, þannig að ég held að við ætlum að taka svolítið sirpu á þingheimi. Ása Berglind sem er búin að koma til okkar. Hún er mjög góður viðmælandi. Við höfum verið með svona nýja þingmenn svolítið í það sem við kallum vettvang dagsins, svona 1 og 1. Við höfum ekki viljað í þessu þætti verið að stilla bara þingmennum upp. Nei. Heldur við verið að sækja fólk úr verkalýðshreyfingunni, úr háskólanum, úr blaðamennsku og svona hér og þar og blanda þessu saman og það verða skemmtilegasta spjallið. Horfður á Silfrið á mánudaginn var? Hvað var í Silfrið? Nei, þar áður, þegar að hann Valgeir Rúnarsson var að tala við nýjan samgöngumálaráðherra Eyjólf Ármannsson. Nei, ég sá það ekki. Og ég orða það, ég get hlustað á leiðin heim, ég er með eyranu. Það var hann ætlaði að negla náði að fá vera með heimilisrangið sitt lögheimilið á eyðibíli og fengið á 135.000 krónur meira á mánuði. Og hinn svaraði nei. Ég fæ innan 135.000 kall alveg samkværi á lögheimili. Það er bara kjördæma... Já, þú nei, hvað? Þetta er bara, akkur lögheimili? Bara, Inga vildi ég væri með lögheimili í kjördæminu og mamma og móðursystir mín, ég gæti alveg eða í bílenni, skráða bara það. Já, þessi 130, ég veit ekki hvað miskilegt, þetta er ekki svona, sko. En hann kom vel skemmtilega, hann var svo glaður með að vera ráðherra Eyjólfur og hann er skemmtilega viðmælandi, hann er komið hingað. Hann er svolítið svona eins og hann vilji tala 2031 og svona með þetta skemmtilegir viðmælendur svona og heyrir alveg, heilin fer mjög hratt, kúlan fer mjög hratt hjá hann. Guðjón Ármann sem var skólastjóri í Stýrimannsskólanum, hann er pappans. Við munum örugglega að setja sinnsip á næstu viku hjá okkur við rauðaborðið að það er þing að koma svo. Fylgjast með því, bæði. Svo meira í vikunni, það er vaxtaákvörðunardagur. Já, það er rétt maður, það er stór vika fram undan. En svo kallaðir, hvað kallaðir þetta? Markaðsaðilar eða eitthvað, sem er alltaf bara einhverjir. Hagaðilar. Já, sem er bara hagdeildir bankana okkur bankana okkar að búast við 0,25% lækkun sem ég held að raunvexti stýrivexti á Íslandi eru svo háir og bara er heimssögulegt bara hefur eiginlega aldrei gerst áður í sögunni að stýrivextir hafi verið svona háir. Og þessi stjórna þessu sofna rólegir á kvöldin. Þeim er alveg sama. Og meðan að fólk skuldi ekki neitt. Já, bara missa viti,
Ætli Ásgeir hafi ekkert verið spurður eða hvað hann skuldi mikið og hver vaxtakostnaður hans? Ég heyrt það. En það náttúrulega, bara stefna Seðlabankans að verja fjármagnseigendur með háum vöxtum og hafa háa vexti og svona vaxtakerfi á Íslandi sem að sogar peninga frá þeim sem að ekkert eða lítið eiga til þeirra sem að mikið eiga. Og þetta kalla þeir stöðuleika. Alveg sama þótt að heimilisbókhald 20-30% þjóðarinnar sé bara logandi. Já, og það sé mikill óstöðuleiki og þetta verður að laga, það bara þannig. En það mun ekki verið gert. Flokkur fólksins lagði til neyðarlög á Seðlabankann. Það ekki í stjórnarsáttmálanum. Nei. Ég held að hvorki Kristrún Frostadóttir né Þorgerður Katrín muni segja neitt og ég man eftir því að því að við vorum með þessa verðbólgu og þessa háu vexti og bara ófremdar ástand í efnahagsmálum á Íslandi að þá tók maður eftir í að Samfylkingi var alltaf að skamma Bjarna sem hefði völdu einhvern veginn sem sinn aðal andstæðing og maður velti í stundu fyrir sér manstu þegar Ingibjörg Sólrún stilti sér upp svona eða var stilt upp sem mótvægi við Davíð Oddsson svo fór Davíð Oddsson og þá myndaði hún ríkisstjórn með Geir Haarde eins og það hefði eitthvað breyst við það að bara kallinn færi. Og maður velti oft fyrir sér á síðasta kjörtímabili Kristrún Frostadóttir svona að gangin í það sama að vera svona höfuð andstæðingur Bjarna Ben svo fer Bjarni Ben og þá ertu svona veist ekki Nei, hún bara búin að vera í þessi 3 ár 4 ár í pólitíkinni. Já, alltaf til dæmis í þinginu að hún tók lítið þátt í umræðu nema Bjarni væri og það sem að hún var alltaf alls það sem kom fram eða sama hvað hún var að tala að þá var alltaf að tala ríkisfjármál að þau væru miklu betur ef að við sæjum ríkisfjármál heldur Bjarni þannig að ég veit ekki með þau töluðu gagnrýndu aldrei vaxtastefnu Seðlabankans og litu svo á að það væri bara utan vettvangs stjórnmálanna. En það náttúrulega þannig að Seðlabanki vinnur eftir lögum sem Alþingi situr og í þeim lögum segir að hann bara gæta verðstöðuleika sem að þýði það að ef að verðbólga fer þá bara hækkar vextina. Það ekki ákvæði eins og í vaxtaákvörðunum margra aðra Seðlabanka að taka til atvinnustigs, að tala bara eitthvað svona jafnvægis þú veist auðvitað getur ekki haft vaxtastefnu eða Seðlabanki ekki stefnu sem að kippir fótunum undan fjárhag hinum verstsettu í samfélaginu en bætir upp hag hinna bestsettu. Það bara þetta byggt á lögum, maður bara breyta þessu lögum. En það ég tók eftir í Samfylkingin vildi aldrei andmæla Seðlabankann. Það var eiginlega bara flokkur fólksins af þessu 3 sem að gera það. Ég bæði Viðreisn og Samfylkingin raunverulega með því andmæl aldrei eru bara sátt við peningastefnu Seðlabankans. Já, þú mann setta. Ég svo aftur vaxtadagur í mars. Þannig að þetta svo þú varst að segja sem alveg rosalegt að þessi raunvextir sem svona bili milli verðbólgu og vaxta. Sem 4% sem að þýði það að þeir sem eru að taka húsnæðislán eru kannski að borga 6 eða 7% raunvexti. Þeir sem eru á yfirdrætti í bankanum eru kannski að borga 9 eða 10% raunvexti. Þetta náttúrulega alveg gaggalagús. Já. Og alltaf rennur vandi nýður til þeirra sem minnst hafa. Það bara verið að soga peninga af þeim sem eiga valla í sig á og þurfa að fleita sér áfram og skulda náttúrulega mikið. Það verið að taka peninga af þeim til þess að venda það að það verið ekki eigna rýrnun hjá þeim sem eiga auðinn. Og þá segja menn, þetta er stóru hluti sama fólkið út af lífeyrissjóðnum en það ekki ákvörðin sem verið að taka. Það verið að venda þá fjármagnseigendur og Seðlabankinn bara vinnur fyrir þá. Og þannig það náttúrulega út allan heim, Herðu, en þetta gott hjá okkur? Þetta gott hjá okkur. Nú ætlum við að fara bara horfa úrslitaleikin á handboltamótinu. Já, hann í kvöld eða? Nei, bara eftir. Heldur ekki með Króatíu? Jú, það ögn dan í okkur báðum, bróðir. Já. Og ég það var nú fólk sem að flúði í Danmörku, þannig að Já, en Danir hafa
En þeir eru búin að vinna síðustu 3 keppnir. Já, það er gott bara. Já. Ég nefni þetta með, því að Dagur Sigurðsson kom svona þegar Ísland tapaði fyrir Króatíu. Þá kom svona anduð á honum og líka þarna þessu sem að var að leiklesa. En síðan náttúrulega fremja þeirra afrek og vinna og ég held að núna sé Dagur að detti að verða þjóðhetja. Þannig að það er bara skemmtilegu viðsnúningur að allir bölvuð honum hann. Sko. Núna er hann okkar maður. Ef hann vinnur núna. Það gæti Íslendingur fengið gull hérna, viltu það ekki? Jú. Já, hann hefur fengið gull áður, sko. Hann gerði Þjóðverja að... Silfri. Nei. Já, Evrópumeistara. Já, sem er, ég vil erfiðara mót. Þannig að ef hann gerir svo Króata núna, það er alveg ótrúlegur árangur. Við hefum ótrúlega góða þjálfara en það er svo liðið okkar svona... Nei, liðið okkar er ágætt við bara, við hefum ekkert Króatía og Danmörk eru bara sterkar lið en við. Eini leikur sem Ísland tapaði var við Króatíu, sko, sem er komin í úrslitin. En þá við unnum, sko, Egyptaland og Slóveníu sem að þetta er ekkert svona... Þetta er ekkert svona halið eitthvað. Nei. Og Króatía hafði meðast að áhugavert fyrir þann leik. Að raunverulega því að ímynd okkar er alltaf svo að við erum góðir í handbolta en svo höfum við þennan svona auka kraft Króatía mætti bara með hann sko en það Króatía hefur mætt með hann í handbolta, körfubolta og fótbolta. Það er málið sem að Gísli Þorkir fór til Dags og sagði sko að það er ekki þetta að treysta alltaf einhverja íslenska geðveiki. Við verðum bara að vera betri en við erum og það er saman út að segja. Átkotsaði það. Já. En svo er það líka ég hugsa að það er einhver afleiðingar í för með sér, hann hætti að velja hann í liði, nei, hann er ekki liði, stjórnaði ekki. Nei, en ég heyrði eitt af þessu sem er svo mikið ringl allt saman maður. Það var eitt sem var skemmtilegt í þessari stofu, það var svona einhver auka þáttur, við þau skemmtilegir sem er að spjalla þar. Þá var Óli Stef að segja frá því að Guðmundur Guðmundsson hafi ekki valið Dag í liðið í ykkur 4 leiki og ástæða svo að þeir voru að keppa ykkur stór á Grikklandi og Guðmundur skipulaði ykkur á rútuferð að skoða eitthvað sem að Dagur sagði þetta er bara grjót, þetta er okkur skoða grjót okkur fáum við ekki bara að vera á ströndinni eins og hinnir og ég er bara að vera hérna í 4 klukkutími í þessa rútu og var bara yfir þjálfaranum að skamma fyrir að vera að níðast á þeim að vera að keyra að skoða eitthvað fornminjar. Og þá samkvæmt þessu sem að Óli sagði, þá var bara Dagur ekki í liðinu í 4 leiki á eftir. Fyrir ágreiningum það hvernig er best að eyða hvíldartökunum. Það er gaman að þessu. En talaði Guðmund Þór, ég tók einu sinni viðtal við hann og hann sagði þegar að bótan kom að þá ákvað bara, ég ætla að hlýða þessu manni í einu öllu, alveg. Og sagði ef hann hefði beðið mig að hlaupi gegnum hurð, ég hefði reynt. En þetta var í svona umræðu svona hörku og þeir eru gamlir sem er að tala eða svona, miðaldra menn og eru svona svolítið að velta fyrir sig hvort að ungu menninir séu svona nógu mikið, hvort þessi kókaböfskynslóðin eins og var ykkur tíma að tala og þá rifjaður upp eitt þegar núverandi þjálfari kom í fyrsta skipti í landsliðshópinn að þá fekk hann það verkefni að ganga frá boltabókunum sem er eitthvað svona sem nýlega fá. En hann gleymdi því, þannig að þeir komu að boltabókunum og það var Dagur og Óli Stef og Patrikur sem tóku boltabókan og fóru upp á herbyggið til hans og svo Óli held ég pókanum opnum og Dagur tók boltan og rétti Patrika sem að skaut fullri afli í drenginn sem að var undir sænginni að reyna að verja sig. Svona, þetta er stemmingin sem að var. Já, prúði drengir. Og þeir voru svona svolítið að veltaði fyrir sér. Kannski þyrfti eitthvað svona að vera með. Ég veit ekki. En er þetta ekki oft líka svona, þegar við erum að spila... Eineltiskultúr. Já, við erum að spila undanúrslitin ef ég mann það rétt á Ólympíuleikunum á móti Þjóðverjum, held ég, að þá var staðan okkar erfið. Og þá er Logi Geirsson settur inn á og hann var bara að skjóta og hann skaut okkur í úrslitin þar kom eitthvað sem getur gert eitthvað óvænt
mikið. Já, svona brimvarinn fyrir því að upplifa sig svona minni máttar af því að þessi andstreymi og eitthvað svona, þannig að hann náttúrulega var þannig. Logi, hann bara stökk upp og skaut. Þeir skora sem svora. Já, það var ekkert hík og það En svo líka við erum á þeim aldrei líka við munum sem við höfum ekki núna þegar við höfðum til dæmis menni svo Kristján Arason, Sigga Sveins og Alfreð og Alla og leira sem gáttu stokkið og fyrstu skotum yfir varnirnar. Við erum ekki með neitt svoleiðis. Nei, við spilum ekki þannig. Nei, við höfum ekki menn svoleiðis. En svo þetta líka þegar Ómar var með og það var þessi miklu gegnubrót sem eru miklu meira núna en voru áður. Já. Bæði hann og Gísli Þorgeir eru miklu gegnumbrot. Þetta var einhvern svona einhver hefur kallað þetta bara hnoð, þetta var mikil hnoð en það var ekki svona það er fáir sem eru svona sem að stökkva vel yfir hvað er þetta kallað, einhverju metrar 9 metrar eða eitthvað. En svo líka, Aron, hann er náttúrulega góður en hann tekur flest skoti sem bara á gólfinu. Hann var góður í þessari keppni. Já, besta keppnin hans í langa tíma. Herðu, þú verður að horfa á handbolta. Ég fer að gera eitthvað, kannski ég horfi á handbolta, veit ekki. Kannski ég horfa á áhorfendur á handbolta, við veitum ekkert það, því með bara gera það sem við viljum, það sem er eftir helginni, það stutt eftir henni. Við þökkum gestunum okkar sem hingað komu og spjölluðu við okkur og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég geri oft, að það voru þið sem að byggðu upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að ykkur líkar og þið sjáuð og heyrið hér. Þið getur bent á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann, spilari.is á netinu og svo er Spilari líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman og fá sjónvarpið sitt þaðan. Þar eru við nú með 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, ég er kannski hættur að búast við því. Ætla önnur fjarskiptafyrirtæki að bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnan, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti og rauðaborðinu og öðru þáttum Samstöðunnar. Það sem að drífu Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.500 krónum sem að mér er satt að sé hlægilegt verð fyrir það efni sem við bjóðum upp á. En þú mátt borga meira ef þú vilt og þeir sem að kjósi getur láta áskriftuna reyna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagi og það er Alþýðufélagi sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er almanna miðill í eigu áhorfenda og áheyrenda. En þetta er orðið gott í bili, njótið þess sem eftir er helginni, svo sjáumst við aftur hérna við rauðaborðið klukkan 8 á morgun.